Ég greinist í desember 2013 eftir almenna skimun hjá Krabbameinsfélagi Íslands. Í lyfjagjöf og allri meðferð 2014 en svo endurgreinist ég aftur í desember 2017 og sem sagt með krónískt krabbamein í dag og í meðferð við því. Kalla nú alltaf lyfjagjafina kokteila, ekki það að ég sé alveg þar en mér finnst það meira svona eitthvað sætt, skvísulegt. Ég sem sagt búin með 140 lyfjagjafir eða kokteila í gegnum brunnin minn, viskubrunnin minn. En það til breytingar á í sumar að núna þetta komið í sprautform. Þannig að núna fæ ég eina þokkalega svona meðalstóra sprautu á 3 vikna fresti í lærið. Og það mikið frelsi. Þannig að þetta ekki þessi dauðadómur eins og var fyrir nokkrum mánuðum síðan. Maður þarf náttúrulega fyrst og fremst að vera æðrulaus, það er númer 1. Og bara að læra að lifa í óvissunni. Og þá kemur náttúrulega styrkur manns í ljós. Svo náttúrulega bara maður þarf að halda þessum skrokk gangandi. Þannig að maður þarf alveg að vera í fjölbreyttri hreyfingu og líkamlegri og sem andlegri líka. Auðvitað koma alltaf djúpi dalir hjá öllum. Maður ekki alltaf upp í bleiku skýi af því að auðvitað vakir alltaf yfir mann. Nær maður næstu jólum. Það kemur alveg þegar maður þreyttur og þá þarf maður að nota krafta sína og styrk til að spinna í og koma sér aftur upp. En maður verður að gefa því samt smá svigrúm. Mér finnst bara Krabbameinsfélag Íslands vera hugsa minn hag, bæði réttindi mín og að sinna öllum rannsóknunum. Þú veist, hvað þeir að halda vel utan það, þannig að sé viss þróun. Þannig að mér finnst svona Krabbameinsfélag Íslands vera svona stóra systkinið í þessu ferli hjá mér. Bleika slaufan hefur alltaf sérstaka þýðingu fyrir mig. Hún sýnir samstöðu, hún gefur mér von og styrk. Maður fær svona á kassan þegar maður sér alla vera að bera bleiku slaufuna. Það mjög gefandi og bara styrkjandi fyrir okkur sem erum í þessari baráttu. Þetta sagan mín, en hún ein af fjölmörgum. Kaupum bleiku slaufuna, Krabbameinsfélagið.